Góðan daginn, gott fólk. Og velkomin hingað. Góðu dagur, það rann upp og sem lofar okkur því að Drottinn skuli vera með í honum, með okkur. En við verðum að leyfa það, vist, þannig er það nú með Drottinn. Hann tekur engan ófrjálsri hendi og þetta er bara ferillin í honum frá degi til dags alltaf. Og þessu verður aldeilis ekkert breytt. En áttu sjáum við mikilvægi þess að skilja hvað er trú. Trúin er til að mynda þetta, að ég þarf að vilja sjálfur fá Jesú inn í mitt líf. Ég verða sjálfur að vilja fylgja honum og ég vil að fara eftir orði hans. Það er ekki hægt að skipa neinum manni í þetta og ef við förum þá leið, svo sem oft hefur verið gert, þá erum við raun að setja menn á flótta, vissan flótta. Því að hver og einn vill taka ákvörðun fyrir sig, hver og einn hefur fullt leyfi til að taka ákvörðun fyrir sig og er ákvörðun þá sem við í sjálfu sér getum ekkert hlutast neitt til en mögulega haft áhrif á, það er að segja, séum við sjálf á þeim stað að vera réttum megin línunar. Og hvenær erum við réttum megin línunar? Liggur það ekki fyrir að vera þeim megin sem Drottinn er? Og hvernig veit ég það? Trúin segir mér allt það. Enn og aftur sjáum við hversu mjög trúin er nauðsynleg. Trúin sker úr rétt og rangt. Trúin ein sker úr rétt og rangt. Mér getur hafa verið kennt röng kennsla, það er alveg rétt. En þó að ég trúi rangri kennslu er ekki þar með sagt að hún verði rétt. Hún verður kannski rétt fyrir mér og það er vandinn. Og hvernig má leiðrétta þetta? Með orði Guðs. Þess vegna höfum við orð Guðs. Þannig að við erum í raun og veru að draga upp mjög einfalda mynd sem að flækist fyrir mörgum að þeir einhvern veginn komast aldrei á þann stað, koma svo illa á þann stað að sjá, ég verð að fylgja orði Guðs. Það er það sem er rétt að gera, það er það sem að heldur stefninni réttri og rétt verður hún þegar Kristur fær að ráða sjálfur og reikna út stefnuna. Hann gefur upp töluna sem við þurfum að stýra eftir. Ég veit að það er til alls konar sögur og kenningar í gangi svo margt. Og Kristur veit auðvitað líka. En samt vill hann ítrekka við mig, Konráð, þú ert án afsökunar. Þú átt til trú, þú átt til prívatrú og þú átt til orð Guðs og þú ert læsmanneskja og ágætlega gefin manneskja og þú getur farið eftir öllu þessu sem að orðið er að segja. Hann segir við mig, Konráð, þú þarft ekkert að láta neinn afvegaleiða þig. En þú verður að vita, segir hann, hvar þú stendur í Jesú nafni. Og þetta er áreiting svo sem hefur gengið með mér alla mína trúargöngu og miklu lengur, það er langt síðan ég sá og svona vissi hvað ég gat gert og svo framvegis. En þetta gildir ekkert síður í trúnni og miklu meira. Því þar er svo mikilvægt fyrir mig og þig að sjá hvað er rétt. Ekkert endilega hvað mælskumaðurinn er að segja, heldur sjá hvað er rétt. Og við höfum viðmiðið, við höfum Guð sjálfan og við höfum orð Guðs. Það er kletturinn.
Ekki ég, ekki þú, ekki kenningar mínar, kenningar þína, heldur orð Guðs. Við viljum öll fara eftir orði Guðs, ég veit það. En akkur þá öll þessi skekkja sem að svo oft er til dæmis innan veggja kirknanna? Akkur það? Að því að menn hafa komist fram og upp með að segja einhvað sem einhvern veginn gengur í liðið og síðan eru allir konir með þessa kenningu sem að Drottinn seinna mun velta koll. Af hverju? Að því orð Guðs, það réttir sig alltaf af. Það nú styrkurinn sem að við eigum, að orðið réttir sig alltaf af vegna þess að orðið lifandi. Orðið sem sagt Jesú og hann reisir frá dauðum og þetta vitum við. Hann þetta orð. Hann sem sagt sér það sjálfur, ekki ég, hann sér það sjálfur að rétta skipið af sem að hallast á bakborða eða stjórnborða. Hann vil bara að sigli beint og rétt, kjölrétt. Hann sér þetta. Og hversu oft hann hefur ekki gripið einmitt inn í svona ferli, einmitt til að rétta skipið af áður en því kólfir, já það ekki mitt að svara því. En náttúrulega þau séu ekki óteljandi, þau skipti í raun og veru. Bæði orðið búið að vera lengi og Jesús verið á himnum, já síðastliðin 2000 ár. Hann ennþá við sama heikasorð að halda upp í kirkju sinni sem að stofnaði fyrir 2000 árum, lagði línurnar frá A til Ö og við köllum þessar línur orð Guðs. Og þar hefur ekki stafkrókur breyst. Og ég ennþá með sama og fólki í loftstofunni fylltist af heilugum anda, ég með hann líka. Sama anda. Og þessi sami andi og að gefið þar og að mér var gefið lengur seinna aflið í mér sem að útskýra fyrir mér orðið. Það minn kennari, helsti kennari. Og þetta mjög mikilvægt að skilja og skynja. Því við verðum alltaf að átta okkur á okkar eigin þætti í öllum þessum málum. Og hver hann? Hún númer 1, hún númer 2, hún númer 3, persónuleg trú mín á Jesú. Hún þetta allt, trúin mín þetta allt. Hún sér til þess að ég helst réttu megin við línuna og réttu megin ég við línuna þegar ég með Jesú sem mitt aðalnúmer, prívat aðalnúmer. Hann sem sagt efstur á stigunum, í stigunum. Fyrir neðan eru margar tröppur og þar eru við með menn. Kannski, já, þar eru við menn. Við megum alveg gera vel við menn. Við megum alveg þakka mönnum fyrir velunni störf og allt það. En við heiðrum Jesú. Ég held að það sé mjög hollt fyrir okkur að vita skila á þessum málum. Við heiðrum Jesú. En við megum alveg þakka hvort öðru. En þá voru líka þakklætið að byggja á einhverjum alvöru ekta grunni. Og hvenær grunnur alvöru ekta? Hvað að gera í Jesú nafni? Hvað hefur starfað trúfastlega lengi í Jesú nafni? Ég ekki að tala fólk sem stökkvandi inn í þetta og svo farið aftur. Stökkvandi inn og fer svo aftur. Nei, ég að tala menn sem þráttir allt hafa þraukað og unnið trúarinnar góðu baráttu í áratugi. En við þurfum ekki að heiðra þetta fólk. En ef við viljum, þá megum við alveg þakka því. Erum við mikið að þakka því? Fólki í kringum okkur, ég held við séum bara ekkert mikið að þakka því. Það svo miklu auðveldar að fara bara
langt í burtu frá sér og þakka einhvern þar. Af því að við erum inn í þessum hópi og við sjáum býtu, það er enginn af þessu ekkert af þessu fólki neitt sérstakt og það er rétt. Þess vegna höfum við tilningu til þess að fara bara lengra til að þakka. En ég lofa þér því að þeir sem þar eru, þeir segja sama. Þeir sjá ekkert sérstakt. Og þeir gera bara eins og ég og þú. Við fyrum bara svolítið lengri burtu. Og þá liggur þetta allt ljóst fyrir okkur. Af því það er þetta návígi sem við erum í hvort við annað, sem að, já, okkur svona, við erum alltaf að nuddast hvort út í annað. Af því að við erum svo nálagt hvort öðru. Og svo náttúrulega með áran þá fyrir við að þekkjast betur. Og það dregur nú aldrei upp sína mynd. Þannig bara er það. En Drottinn er með orðið inn í þetta allt. Og við kannski skiljum betur í svona pælingaljósi mikilvægi þess sem Drottinn segir, elskið hverjir aðra. Og hverjir aðrir eru það? Það er þetta fólk sem er í návígi við okkur. Sem okkur finnst ekkert sérstakt kannski. Ef við höfum einhverja skoðanir á því, þá finnst okkur ekkert sérstakt þetta. Það er hluti vandan sem við erum að eiga. Það er þetta að okkur finnst ekkert sérstakt það sem návígið er að gera. En það er að gera bara sama og allir aðri söfnuðir hvar sem er í veröldinni. Það má alveg þakka þessu fólki fyrir velunni störf og við eigum að byrja þar. Það ekki? Af því þetta er okkar partur af þessu öllu saman. Persónulegi partur. En þetta hefur við vanrægt, eins og ég segi, vegna þess að við erum svo nálægt hvort öðru, við þekkjumst svo vel og okkur finnst ekkert sérstakt við þetta. Þess vegna er svo gott bara að horfa lengra og það er nú aldrei margt fínt að gera allt maður. En það er líka að gerast hjá okkur. Akkurju? Þessi Drottinn er hinn sami. Hann starfar í öllu þessu söfnuðum sem Jesús. Hann gaf niður orð sem allir þessi söfnuðir eru að lesa. Sömu stafkrókina, þeir eru allir með þetta. Að því leyti til eru þeir eitt. Og við blessum þetta fólku þetta. Við blessum þessa söfniði og við viljum þeim auðvitað allt það besta og við tökum vel á móti þegar það kemur. En við heiðurum engan af þeim þannig séð. En við getum þakkað því og við skulum þakka því. Við skulum vera kurteisar manneskjur og allt saman það. Og koma því svo til vegar að fólki sér að við erum vinir þeirra. Það getum við gert. En það er einn sem við heiðurum. Hann heitir Jesús. Og ég veit að við erum sammála um þetta, en ég veit líka að svolítið vantar upp á að við séum svona svolítið aðeins ánæðri stundum með nærsamfélagið okkar. En það er vegna þess að ég er eins og ég er og þú ert eins og þú ert. Og við höfum bara reyna tilhengu til þess að horfa aðeins lengra og já, vilja sjá allt annað þar en er hjá okkur. En það sem er þar og við alveg erum uppljómið það er líka hjá okkur. Það er líka í þessu nærist samfélagi. Það er þessi skilaboð sem Drottinn er að koma til okkar. Þetta er allt í kringum okkur. Já, við skulum byrja þar. Viljum við þakka einhverju fyrir einhvað? Ef við munum, við heiðurum Jesú einan. Við stakkurju, hann einn ber þennan heiður. Hann einn dó syndlaus af þessari jörð og ekki gleyma þessu. Við veitum hvernig við erum.
Við vitum að við höfum rasað margvíslega, bæði í hugsunum og í verkum. En Kristur er ekki þar. Frá fyrstu tíð var hann algjörlega aðgreindur frá mönnunum. Ekki gleyma því hvernig þetta er. Hann var eingetinn, heilagur andi, kom yfir konanafni Maríu. Hann var strax greindur frá mönnunum. Og allan tíman var Kristur greindur frá mönnunum. Og hann gerði verkið sem hann drottin, faðirinn fól honum, fullkomið. Eru mín verk fullkomin? Nei, þau eru það ekki. Og ég fulleyri að þín verk eru það ekki heldur. En þú eins og ég hefur gert margt gott. Og það hefur margt gott gerst fyrir þínar hendur, það er allt annað mál. Akkur hefur þá svona margt gerst gott fyrir okkar hendur? Af því við eigum trú. Við trúum á Jesú. Og hann hefur kallað okkur. Hann sendir okkur fram í sinni köllun, okkar köllun. Og hann er í raun og veru sá sem að sinnir þeim verkum, þessum verkum köllunarinnar. Hann er allt í öllu, allstaðar. Hann er orðið. Þannig að við þetta blessum hvort annað og engi spurning það. Og við megum alveg þakka hvoru öðru fyrir velunni störf allt saman það. Og það gerum við stundum og stundum ekki. En nærsamfélagið, þetta sem við erum í, kannski þykkur minnst af því, að því það er svo nálægt okkur. Við þekkjum þetta lið svo vel. Og þá fer allt eitthvað sérstakt af. Og við horfum aðeins út fyrir. Er það miklu betra þarna? Og við skulum bara lyfta þessum upp og þessum upp þarna. En svo svo væri engin neitt hjá okkur. Þannig séð. Elskið hverjir aðra. Það getur þessu. Elskið hverjir aðra. Hvað er hann að tala um? Það sem er í kringum okkur. Þetta nærsamfélag sem við erum að tala um. Elskiði það, segir drottin. Byrjiði þar. Þannig að þetta er eitthvað sem hver og einn þarf að taka til sín. Ég þarf að elska samfélagið. Og ég er bara eins og þú. Ég er bara aldeilis ekkit alltaf að elska það. Og þetta er allstaðar svona. Að því við erum bara breyst fólk. Þessir söfnuðir, hvar sem er í heiminum, og suma af þessum söfnum eru að mæra svo sem, og það er alltaf leið með það. En þetta fólk er með þér. Það grætur með þér. Það hlær með þér. Það tekur utan um þig. Það heilsar þér. Þetta er það sem þú ert. Og stundum verður óskaplega þreytt hvort og öðru. Og þá, nú aldrei fínt að horfa bara aðeins lengra. Og þá sér maður allt bara eins og á að vera. Ef það er þar, allt eins og á að vera, segir drottin við þig og mig, Konráð, og það er líka hjá þér. Hann segir við mig, Konráð, ég er að gefa þér nýja sýn á þetta allt saman. Ég er að gefa þér ljós á þessa atburði sem eru eins og þeir eiga að vera. Og ég segi, jú, þetta er alltaf satt og rétt og allir söfnuðurum eins sé þó ekki bara eins og allir hinn söfnuðir. Sem ég horfi til og já, þarna er nú aldrei gott að vera maður, þarna er nú aldrei verið að gera rétta hluti. Það er líka verið að gera það hjá okkur. Þannig það er engin munur á þessu. Af hverju? Drottin er hinn sami. Þetta er ekki mitt verk, söfnuðurinn. Þetta er ekki þitt verk. Söfnuðurinn, og við viðurkennum þetta. Söfnuðurinn er drottin. Þar kemur allt þetta fólk sem hann hefur dregið úr heiminum og við erum með hluta af þessu fólki. Aðrir söfnuður eru með hluta af þessu fólki líka og svo framvegis og svo framvegis.
En það er eitt höfuð. Og höfuðið er Jesús. Við lyftum upp nafninu Jesús. Við heiðrum nafni Jesús. En við snúum okkur hvort og öðru og gefum hvort og öðru þakklæti fyrir það sem hefur vel verið gert. Og við megum alveg hengja við viljum eitthvað á fólk sem er búið að vera lengi við þetta áratugum saman og aldrei vikið af veginum, unnið mikið starf. En við heiðrum Jesú. Það skulum við bara hafa algjörlega á hreinu hvern við viljum heiðra. Jesús stóð í minn stað. Jesús var sá sem sagði á krossinum, og þetta orður er sönn, það er fullkomnað. Og dó fljótlega upp úr því. Fullkomnað. Segjum við ekki bara, vá, hvernig er það hægt? Við sem erum að glíma við alls konar þanga og hugsanir og berjast gegn syndinni, við megum nú eiga það, við gerum það. Allan daginn, frá morgni til kvölds. Ég er ekkert einn um þetta. Við erum öll á þessum stað og við vitum að við erum öll á þessum stað. En sum af okkur höfum unnið mikið verk í Jesú nafni og við megum eiga það. Við megum alveg fá þakklæti fyrir það. Og oft svo sem fáum við það. En heiðurinn er Jesú. Hefði hann ekki gert allt fullkomið, þá væri ég ekki að gera það sem ég er að gera og þú ekki heldur. Þannig að þetta snýst ekkit um mig og þig. En við erum óendanlega þakklátt fyrir það sem við eigum. Og drottinn Jesús gaf okkur. Það heitir trú mín sem að segja við mig alla daga, þú ert hólpinn. Við sjáum alveg hvernig við eigum að heiðra. Hann heitir Jesú. En við megum alveg þakka hvort öðru fyrir gott verk og það gerum við. Að þakka er ekki sami staðall og að heiðra. Öll erum við jöfn í söfnuði Guðs. Og það er stafkrókur í þessu í orði Guðs og kurr sem kom upp í sambandi við, þetta var frumkirkjan, að konur sumra manna voru settar hjá við þjónustu. Kannski þóttu það ekki verðar. En þessu var breytt og þær fengu sjálfsagt þjónustu. Auðvitað er þetta skilaboð til mín það að manneskja er manneskja og ef hún á trú til trúhjartanu, þá er hún líka hæf í hvaða þjónustu sem drottinn kallar hann í. Það er ekkert mitt að vera neitt að meta það. Þannig að það kom strax upp alls konar kliður sem við erum ennþá að glíma við. Þá, eins og núna, þetta fólk er hérna í kringum og okkur finnst ekkert sérstakt um það. Og við horfum lengra. Þetta er allt miklu betra þarna, eða kannski ekki betra en þarna er aldrei verið að gera flotta hluti. En það er líka verið að gera flotta hluti á þér. Þar sem þú ert. Við megum alveg horfa á þau mál líka. En drottinn er núna. Ef þú vilt heiðra ykkur, þá heiðra það núna. Ef þú vilt þakka ykkur þá svolítið þakka nú núna. Núna. Af því að það lifir engil og fornir í fragð. Hvorki ég eða þú. Heldur á þeim verkum sem ég er að gera núna.
Keppi ég eftir að gera góðverk núna? Ég geri það, já. Og ég reikna með því að þú gerir það líka. En tekst okkur það? Okkur tekst það stundum, en því miður kannski ekki alltaf. Þetta að vera maður. Og ég segi, ég viðurkenni þetta, aðrir eru á nákvæmlega sama stað og ég, að sumt, ég hefði vilja gera þetta aðeins betur. Veist ekki? Þannig við sjáum hverjum heiður ber, en við sjáum líka að það ekkert að því að þakka mönnum velunni störf. En við verðum að gera greinarmun á þessu. Og þá stendur Jesú einn yfir. Og það er rétt mynd sem við erum að draga upp af Jesú þegar við sjáum hann þarna. Og ég veit að þú tekur undir þetta. En stundum kannski hefur ekki hugsað þetta svona. Ég segi það að Drottinn er að rétta af skipið sitt. Hann er að láta sumt í þessum söfnum deyja. Og ég segi, farið þau fé betra. Hvað gerist? Þetta verður allt miklu léttara fyrir okkur. Þegar sumt er dáið, sumt er farið, hvað er að deyja? Að viðkomandi farin, ekki rétt. Dáinn, hann er bara eftir sem minning. Hann getur hvorki gert gott eða vond, af því hann er dáinn. Og sumt sem að við höfum verið að gera og heiðrað og farið eftir, vill Drottinn að deyji. Þess að þá gerist það sama, dáið er farið. Einhverju munna eftir því, en dáið er farið. Það kemur aldrei aftur. Og ég segi, sumt er gott að deyji. Sumt er gott að fari. Akkur er það gott? Af því það hefur alltaf ruglað okkur í rímunu. Og við veitum ekki orðið hvað er rétt og hvað er rangt, oft á tíðum. Af því við höfum sjálf búið alls konar til sem að stenst ekki frammi fyrir Drottni. Það er þetta sem hann er að fara í. Og mér hlakka til þegar sú hreinsun er að baki. Og ég vissum að þú ert mér sammála og þú verður mér alveg pottþétt sammála þegar þú verður að sjá þessa jákvæðu mynd sem þá fyrir að dragast upp af ýmsu. Jákvæð mynd að því hún er rétt mynd. Hún stenst orð Guðs 100%. Og það er ekki mér að þakka að þessi var niðurstaðan. Jesús sjálfur kom inn í málið. Jesús sem ég vill heiðra. Og ég veit að þú vill líka heiðra hann. Hann einn hefur heiður. Og þetta finnst mér vera rosalega merkilegt að eiga í hjarta sínu, að því þetta er svo satt. Hver er ég að þykja heiður? Fyrir hvað? Að vakna inn í þennan dag. Að drattast í það að gera það sem ég kallaði til að gera. Það er hægt að þakka mig fyrir þetta. En að heiðra, nei, það væri ekki rétt. Drottinn talar þetta. Að við höfum einungis gert það sem okkur var skylt að gera. Og hver á þakklæti fyrir það? Og hver á einhvern heiður fyrir það? Jú, hann á kannski þakklæti fyrir það að þó að hafa gert það sem er skylda. Sumir gera það ekki. Þeir segast alltaf gera það. En svo heldur við bara áfram við það sem þeir voru að gera. Og hitt var aldrei gert. Sumir segja nei, það er rétt. En sumir líka fóru í það
og þeir mega eiga það að þeir fóru í það þráttir að hafa sagt nei. Hvaða mynd erum við að sjá þarna? Ég ræði þessu öllu sjálfur. Mitt nei er nei. Mitt já er já. Og ég get breytt skoðun og séð af mér og farið í það sem var að vera að biðja um. Og maður hefur svo sem oft gert það. Og færist í vöxt hjá manni að gera það en var. Og það kannski á maður sér til hrós að Ég held að þú hefur oft verið á þessu stað sjálfur að hafa ekki ætlað en fórst svo í. Og sástum bara þig, segjum það, hann verður harla glaður að kallinn hann drattaðist nú í það á endingu. Það má nú eiga það. Þetta er allt á okkar höndum. Allt. Líka að heiðra. Og það er að hringa utanum einn til að heiðra, aðra ekki. Jesús er nafnið sem við heiðrum. En eins og við vorum að tala þakklæti er allt annað. Og segir ekki orðið sjálft að við erum jafningjar. Hvað er að vera jafningi? Ég held þú vitir hvað er að vera jafningi. Öllum sem koma er gert jafn hátt undir höfði. Öllum. Er það svoleiðis? Oftast nær já er það svoleiðis. En stundum er annað uppi. Men hver gefur okkur leyfi til að vera með annað uppi inn á milli? Við höfum bara að koma vel fram við alla. Við höfum að vera kurteisir og hlýir við alla og einhverjum að sérlagi safnaðar meðlimið þó þeir séu að koma úr öðrum söfnuðum. Okkur varðar ekkert það og það er bara heiður að því að fá slíka heimsókn fyrir okkur sem söfnuð. En fólkið er bara fólk. Það er komið til að flytja Guðs orð og við þökkum því fyrir það. Og eigum líka að fá þakkir fyrir þegar við sjálf erum að því. Fáið það. Stundum og stundum ekki. En það er eitt af því sem við lifum með. Og svo er komið hjá mér að ég er löngu hættur að vænta þess að fá eitt eða neitt. Ég bara geri vilja Guðs. Og ef hann vil heiðra mig þá bara gerir hann það. Þetta er nú bara mín hugsun í dag og reyndar hefur verið allar götur meir og minna. En ég er svo sem ekki að biðja mann eitt eða neitt. Ég er heldur ekkert að banna honum að þakka mér ef hann vill það, en ég er ekkert að biðja það. Og ég held að sé saman með þig að þú sért í raun og veru ekkert að biðja endilega það. En þú myndir kannski og líklega þykja það ef þér stæði það til boða og oft ef þér stæði það til boða og oft ef þér fengið það. Þannig er það nú að margir eru nú að þakka fyrir það sem vel er gert. Akkur þakkaði fyrir það sem vel er gert að þeir komu auga á það. Það er nefnilega ekki alltaf sem við komum auga á þetta góða sem er í kringum okkur. Og þegar við komum ekki auga og einhvað gott í kringum okkur, hvað erum við þá að sjá? Eitthvað allt annað líklega. Af hverju? Af því við erum svo víða með hugan okkar. Hann er út allt. Svo oft. Þetta er ég og þetta er þú. Þetta er söfnuður Guðs í hnotskurn. Hvar sem þú ert, þar sérðu þessa mynd. Hvar sem þú ert, þá er þessi mynd uppi. Af því að öll eru við fólk sem viljum vel, reynum að gera okkar besta, en tekst misjafnlega. Hvar sem er. En við höfum auðvitað ýmis og vopn inn í þetta og þau eru öll
tekin úr orði Guðs. Eitt mikilvægt er þessi agi sem ögum okkur undir að gera alls konar verk. En við eigum auðvitað trú. Hún kom bara sem gjöf frá heilugum anda þegar við frelsuðustum. Þannig að þetta er allt til staðar. En hvað virt þetta verður í okkur er algjörlega mín ákvörðun. Og ég segi, ég heiðra Jesú. Ég veit að þú gerir það líka, ég efast ekkert um það. Og ég dreg hringu utan Jesú og stoppa þar. Ég er alveg til í að þakka og hef oft þakka mönnum velunni störf. Það er okkur gefið og það er gaman að fá þakklæti frá mönnum yfir því að því að maður veit kannski að maður hefur verið að gera gott verk áratugum saman þegar það segir engi takk. Af hverju? Þetta er svo nálægt okkur allt. Okkur finnst þetta ekkert sérstakt. Og þá horfum við þangað. Já, það er nú bara margt býsna gott að gerast. Þetta er allt að gerast í okkur líka. Það er þetta sem við skulum læra að horfa á. Eins og segi, ef við viljum og nennu því, þá megum við alveg hengja hvort og annað ykkur merki. Það sem að þakklæti er eitthvað svona aðeins ljósara og opinbera en kannski áður. Kannski prjál og líklega er þetta prjál. En við megum alveg gera þetta. En hvern myndum við vilja draga úr söfnuðunum? Hvern já til þess að gera þetta? Okkur finnst ekkert sérstakt þetta. Við erum alltaf að horfa til annara og jafnvel landa, það er nú aldrei flott maður. Þetta er eins og í okkur. Þeir horfa út fyrir sinn hóp og þetta er allt miklu betra þarna. Þetta er bara svona að vera maður. Og maður þarf Jesú. Maður þarf að hafa Jesú í efsta sæti. Og er að það? Ég veit ekki hvað er hjá fólki, því ég er bara ég. En ég reyni hjá mér allavega að hafa þar já. Tekst mér það? Ég lít svo að mér takist það nú yfirleitt já. Ég er ekkert að segja hvernig þú ert að þessu leiti. Og ef þú svona strangt til tekið og skoðaðir það í alvöru þá líklega sérðu að þú hefur haft Kristi efsta sæti hjá þér. Eða ég reyndar veit ekkert um það því að ég er ekki þú. Þú eru að tjá þig um þetta sjálfur og sjálf til þess að sannleikurinn komi fram. Sannleikurinn er í öllum tilvikum og rosalega merkilegt fyrirbrigði. Þess vegna tala Kristur aftur og aftur um það við skulum segja hvor og öðru sannleikan. Og við segjum hvor og öðru sannleikan. En við þurfum líka að segja okkur sjálfum sannleikan. Og hvað er verið að tala um þarna? Sjálfið í okkur. Við segjum okkur sannleikan um hvernig við stundum bregðustum við. Við vitum að stundum er all röng viðbrögð. Og það er gott að sjá þetta því að batnandi mann er best að lifa. En ef þú sér það ekki sjálfur eða ég, breytist ekki neitt. Vandinn liggur í raun og veru í þessum. Og þú bendir á sjálfa þig og segir sama í þessum. Þessi er aðilinn sem drottin er endalaust að fást við. Og þú segir þetta með mér. Þessi er aðilinn sem drottin er endalaust að fást við. En við erum alltaf að horfa á eitthvað annað. Og þeir eru að smá í þessi reiki hvað þetta varðar. En það er ránt. Þú þarft að laga til hjá þér. Og ég er núna að tala líka til sjálfra mín. Þegar ég er á sama stað og þú.
þrátt fyrir áratuga starf í Jesú. En tíminn kominn og við stoppum hér. Konráð þakka fyrir sig og verðum með fleiri svona þætti.